Já, góður hlustundur, velkomin að Rauða borðinu enn einu sinni í þessari langa kórónufaraldri sem er nú að gefa eftir hérna á Íslandi en á örugglega eftir að verða enn harðari víða um heim, víða um álfur. En við erum líka í upphafi einhvers sem að kalla mætti kórónakreppan, óvíst hvað hún verður kölluð, en sem að fólk að verða svona meira sammála að muni verða bæði djúp og löng. Og við lifum á tímamótum, straumhvörf í efnahagsmálum og ýmsum hugmyndum og þetta reynir á hugmyndir okkar samfélagið og stöðu okkar í samfélaginu, stjórnmálin og margt líkt. Og Rauða borðið hér til þess að laða að fólk sem kemur með sína sýn á stöðu mála og hjálpar okkur til þess að átta okkur á tímum sem að við erum að lifa. En við Rauða borðið í kvöld eru Finnur Delsen sem prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands, Oddný Eir Ævarsdóttir, skáldkona, Lara Hoffmann sem doktorsnemi í félagsfræði við Háskólann á Akureyri og Guðmundur Ævar Oddsson sem félagsfræðingur við sama Háskólann á Akureyri. Og Guðmundur eiginlega doktor í stéttum, þannig að við langar eiginlega að byrja á því að spyrja hann svona í upphafi kreppunnar, þá leggst kreppa misjafnlega í stéttir, það ekki rétt? Jú, ekki spurning, þetta í góðæri, þá þjást hinir fátæku mestu og síðan í svona kreppum að þá afhjúpast þessi ójöfnuður enn meira og þessi mismunur bara eykst. Þetta höfum við bara séð í öllum niðursveiflum og öllum hörmungum, Þetta kemur alltaf niður verst á þeim sem hafa minnst á milli handana, hvort sem við erum að tala svarta dauða fyrir 650 árum eða kórónavírusnum í dag, 2020. Og ég meina, ég kenndi og lærði í Bandaríkjunum og ágætis tengsl í Bretland og við erum að sjá þar tölur að dánartíðni í fátækustu svæðunum í Bretlandi og Wales tvöfalt hærri heldur en á ríkustu svæðunum. Þannig að það svona kannski toppurinn í ísjakanum en það ýmislegt á milli þess að láta lífið og svo þetta snertir svo marga þætti og þrátt fyrir að við getum kannski ekki bent á tölur eins og dánartíðni hérna á Íslandi þá þetta sjáum við þetta kemur misjafnlega niður á fólki eftir efnahag, ekki spurning. Og snögg kreppa, hún gerir eitt, hún bitnar náttúrulega harðast á þeim sem eru veikasti fyrir og veikustu fjárhagsstöðuna. En hún gerir það oft líka, hún fellir fólk sem taldi sig kannski tilheyra millistéttinni ofan í lágstétt. Það getur kannski heilu hóparnir dunkað og allt í einu upplifað allt aðra efnahagslega stöðu heldur en að þau töldu sig nokkuð tíma þurfa að horfast í augu við. Já, ekki spurning, þetta eins og ég man ekki alveg hvað hugtæki það stundum talaði í Bandaríkjunum að alltaf því 60-70% fólks á vinnumarkaði sé bara 2-3 launatekkum frá því að vera bara í virkilega vondum málum, þetta stendur þannig og við erum að upplifa fordæmalausa tíma, að það sem eru 20.000 manns sem fara á atvinnuleysisbætur og standa ansi tæpt, þannig að það rétt að fólk sem upplifir sig í megin straumnum í einhvers konar millistétt, að það stundum ansi grunnt á þessu þegar það kemur svona rof í hversdagsleikann og næsti launatekki eða launatekkin eftir 3 mánuði ekki fastur í hendi, ekki spurning. Það var einhvern tímann sagt hér að þú ert ekki nema 3 afborgunum frá því að missa húsið þitt, út í 2 launatekkum frá því að falla ofan í fátækt og 1 alvarlegum veikindum til þess að falla ofan í svo djúpa fátækt að börnin mun ekki geta unnið sig fyrir. Man ég ekki orða þetta. Já. Og þá ef við erum að hugsa þetta svona, þá kannski 1. maí var eiginlega fyrsti skerti launasiðurinn hjá töluverðum hópa fólki og svo 1. júní næstur og 1. júlí kannski
þá getum við fara að reikna með töluverði svona spennu í samfélaginu út af þessu. Já, það má eiginlega segja að þegar kreppan kom 2008, þá var þetta svona eins og skellur En hann má eiginlega segja að þetta er svona kreppa í hægagangi Þetta er svona hann má eiginlega segja að skellurinn sé raunin ekki komin Þannig að það verður einmitt bara mjög fróðlegt að fylgjast með bara þjóðmálaumræðunni á næstu mánuðum og þetta tengist nú beint inn í það sem ég rannsaka aðalega sem eru hugmyndir fólks stéttaskiptingu og hef aðalega beint sjónum af Íslendingum og hér auðvitað hefur þessi góð sögn eða mýta hvað sem þú vilt kalla þetta að Ísland sé stéttlaust samfélag og það verið mjög rík en við sáum það á þessum gróðaristíma frá miðjum 10. áratugnum og fram að hruni hvernig það svona fjaraði undan þessari hugmynd enda vil ég meina að það hafi verið 2 kreppur það var þessi uppgangskreppa sem að verður fram að hruni þar að segja að það verður svo mikil breyting það verður svo mikil misræmi á milli hugmyndan stéttleysi og svo útrásarvíkingarna og þessari ofurríku stéttar og misskiptingu auðs og tekna að það verður of mikið misræmi til að sé hægt að halda upp í þessari hugmynd og við sjáum það að núna er orðið miklu grynnra á þessari hugmynd að Ísland sé stéttlaust samfélag og við sáum það bara strax í kjölfar hruns þegar Sigmundur Davíð fór að tala það 17. júní 2013 að Ísland væri ekki stéttskipt eins og önnur samfélög rauninu orðræða sem að íslenskir þjóðarleiðtogar hafa verið með í 70 ár en munurinn þarna var að hann fekk svo mikið mótbyr fólk fór bara andmælunum hvaða della ertu að bera á borð fyrir okkur meðan að þjóðarleiðtogar hefur rauninu komist upp með þetta marga áratugi þar á undan þannig að ég reyna að fylgjast aldrei grannt með þjóðmálaumræðunni á næstunni þegar skóginn fer virkilega að kreppa En Lara, þú hefur verið að rannsaka félagslega stöðu innflytjenda sem stór hluti raunverulega verkalýðsstéttar á Íslandi. Hvað það sem aðgreinir félagslega stöðu innflytjenda í samanburði við innfæddan verkalýð? Já, það kannski gott að byrja með því að skilgreina aðeins hvað innflytjandi eru. Það Hagstofan Íslands segir það innflytjandi einstaklingar sem fæddur erlendis og á foreldra sem eru einnig fæddir erlendis og afa og ömmu líka. Så þetta eru innflytjendur. Og þau eru núna 14% af íbúar Íslands. Og það í rauninni það sem segja hvað innflytjendur eru. En annars finnst mér þetta bara mjög fjölbreyttur hóp. Så ástæðan af því fyrir fólk að koma til Íslands mjög fjölbreytt og líka hvernig þeim gengur að vera á Íslandi og afstöðun þeirra í rauninni mjög fjölbreytt. Það stærri hópur innflytjenda sem raunverulega í lágstéttunum eða láglaunafólki heldur en Íslendingar. Þannig að þó að innflytjendur séu í öllum stéttum út allt samfélag að þá eru fleiri meðal hinna lægra launuðu og verr settu. Já, nákvæmlega. Og við sáum til dæmis það við vitum nákvæmlega ekki ennþá hvaða áhrif þetta kreppa allir hafa á innflytjendum núna, en við vitum við hefum nokkra greinar sem skýrslur frá 2008, 2009, 2010 og það einmitt hægt að sjá það kreppan hafði meira áhrif á innflytjendum en Íslendingum til dæmis. Við vitum það núna eru til dæmis 75% af starfsmönnum á hótel eru innflytjendur og getur bara ímynda ekki hvaða áhrif þetta hefur á þetta fólk og líka í ferðaþjónustu. Það svona 30% eru innflytjendur sem að vinna í ferðaþjónustu og þetta hefur náttúrulega áhrif. Þannig að þau eru líklegri til að missa vinnuna? Þau eru líklegri til að missa vinnuna. Það auðvitað líka erfitt að komast upplýsingum til þeim. Það kannski upplýsingar ekki til á íslensku. Það kannski það getur verið aðeins erfiðara.
Ég veit að til dæmis Sabine Leeskopf var byrta eitthvað það, hún sagði það Ísland innflytjandi voru, það var kannski erfitt fyrir þeim að fylgjast með upplýsingum COVID núna á Ísland í byrjun. Þegar kannski upplýsingar voru ekki nóg til á ensku eða á pólsku. Það var kannski aðeins erfitt að fylgjast með hvað gerast. Og já, það tungumál skipti líka máli. Finnur, þú hefur verið að rannsaka traust almennings á stofnunum eða sérfræðingum, traust í samfélaginu. Eftir að hafa hlustað á þau, þá veltir maður svona fyrir sér að þetta traust hlýtur að vera ólíkum toga eftir því hvar í samfélaginu fólk erfitt að kannski að meta það svona almennt eða hvernig reynur að greina þetta? Jú, það held ég alveg rétt. Fólk sem hefur til dæmis orðið undir og upplifið sig eðlilega, held ég réttilega í mörgum tilvikum, svikið af stjórnvöldum, kannski fyrir stjórnvöldum í mörgum tilvikum, að það eðlilega treystir ekki þeim stjórnvöldum og jafnvel stofnunum þeirra núna. Og ég svolítið áhyggjur af því og ég heldur að það svona almennt séð peningaöflunum í hag að fólk svona í landinu vantreysti stjórnvöldum og fari þá frekar að leita að svona öðrum leiðum til þess að fá sína þjónustu eða vantreysti bara lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum í heild sinni og þessu lýðræðislega ferli og eins og ég upplifði að þá er bara tiltölulega aktíft að reyna að grafa undan tildrög fólks á bara lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum, hvort sem það eru ríkisstjórnir landa eða lokal bæjarstjórnir og annað slíkt. Mér langar að bæta við það sem að Lara var að segja af því að ég hef aðeins reynslu af, eða ég svona fylgist alltaf vel með í Svíþjóð af því ég er þaðan að hlut til og eitt það sem að hefur gerst í Svíþjóð einmitt að innflytjendur þar eru miklu líklegri til þess að fá og deyja af COVID-19 og það talið vera að miklu leyti vegna skorts á upplýsingum til þeirra vegna þess að þetta hefur ekki verið þýtt yfir á viðeigandi tungumál og þannig að sænskt samfélag sem hefur farið alltaf illa út úr veirinni í heild sinni að það hefur eiginlega svolítið brugðist þessum hópi alveg sérstaklega og það svona áhyggjuefni en ég veit ekki hvort það séu til tölur yfir það hérna á Íslandi en það eitthvað sem þyrfti held ég ykkurst að skoða. Ég veit ekki hvort að Lara þekki það. Þú segir hérna að þessu vera að grafa undan þessu trausti. Hver að grafa undan því? Já, ég upplifði bara þannig að í hvert skipti sem einhver mistök eru gerð af hálfu einhverju opinbera aðila, þá reynt að svona ýta undir það og segja, já sjáðu hvað þessir opinberu aðilar eru hræðilegir, sjáðu hvað þessir læknar, opinberu læknar eru hræðilegir, komið bara frekar hingað í þessa einkareknu stofu þar sem að við gerum hlutin ekki svona og eins bara almennt varðandi svona þetta lýðræðislega ferli hvernig það virkar, ég meina eins og stjórnmálaflokkar til dæmis bara í heild sinni að ég hef tekið svolítið mikið þátt í svona starfi stjórnmálaflokka og þeir eru að sjálfsögðu ekki fullkomnir og maður verður oft undir ef maður í einhverju stjórnmálabaráttu og svona og ég upplifi svona ýmislegt sem maður sér líka bara í menningu sérstaklega sem kemur frá Bandaríkjunum þar sem mjög mikið svona svartsýni varðandi það að taka þátt í stjórnmálum það angi af stærra fyrirbæri sem svona tilraun til þess bara svona að ýta fólki frá því að taka þátt í stjórnmálum og láta það frekar gera hlutina svona eitt og sér og vinna að lífshaminginu með því að stunda jóga frekar en að taka þátt í hreyfingu með öðru fólki og hvað þá einhverju lýðræðislega hreyfingu gegn ríkjandi, gegn svona peningaöflunum í samfélaginu. Eins og til dæmis að láta það líta út svo eins og stjórnmálið séu einhver þetta svona óhrein sem að venjulegt fólk á ekki að skýta sig út á því að tengjast heldur að vera frekar inn í sterilum jógaklefa. Já, algjörlega og minnst það kannski svona sem kristallar þetta fyrir mér svona úr menningageranum sjónvarpsþátturinn House of Cards, ég veit ekki hver hafa séð hana, það sem svona einhvern veginn svona ýktasta spillingin sem maður getur einhvern veginn ímyndað sér alltaf einhvern veginn til staðar og ég meina eflaust er eitthvað sannleikskorn í öllu slíku en það lýsir því ansi vel hvað þetta vinsæl og áhrifamikil sjónvarpsþáttaröð í Bandaríkjunum
og hvernig það einhvern veginn bæði, já, hvað áhrif það hefur haft og líka hvað það einhvern veginn svona harmonisera við það sem að fólk einhvern veginn hefur á tilfinninguna þar, að stjórnmál séu bara öll svona og það sé ekki hægt að vera bara í stjórnmálum til þess af heilindum og ekki þá heldur þetta styðja einhvern kandidat kannski af heilindum. En það kannski er ekki hluti af nýfrjálshyggjunni? Hluti af nýfrjálshyggjunni gekk út á það að draga úr trausti á fulltrúum almennings, sem var í verkalýðshreyfingunni eða í stjórnmálum, flytja ákvarðanir sem áður voru inn á lýðræðislega vettvangi, þar sem að hver maður hafði eitt atkvæði yfir á markaðinn, þar sem að hver króna hafði eitt atkvæði og framtíðarsýn nýfrjálshyggjunnar sem að raunverulega náði framtíðin af sósíalistum svona í kringum 70 til 80 eða 90 var svo að nýfrjálshyggjan kæmi við framtíðina til okkar, en það var ekki framtíð sem að við ættum að vinna af, heldur kæmi hún einhvern veginn til okkar sem einhver lausn á einhverju markaðsstarfsemi. Við ættum eiginlega ekki að hafa skoðun á einhverju væri, heldur bara þykja hana þegar hún kæmi. Já, kjósa með fótunum, við höfum bara kjósa með peningunum, með því hvað við kaupum, en ekki með atkvæði eða með því að koma saman í stjórnmálahreyfingum eða reyna að styðja einhvern, í Bandaríkjunum þá einhvern forsetaframbjóðanda og svo framvegis. Heldur við höfum bara að gera það sem við getum gert bara sem einstaklingar, ekki sem hópur. Má ekki bæta einu örstuttu, það er svona mest studda niðurstaðan í svona félagsfræði stjórnmála er einmitt að eftir því sem að þú kemur hærra í stéttakerfið að þá eykst þáttakan og það er alveg sama hvernig þú mælir stjórnmálaþátttöku. Hún getur auðvitað verið frá því að mæta á kjörstað og alveg upp í það að bjóða sig fram til forseta eða bara verið í framboði fyrir einhvern stjórnmálaflokk og það er alveg sama hvað drepið niður að þetta er mjög sterkt samband og hefur verið margsýnt fram á bara síðan á bara 7. áratugnum. En er það ekki vegna þess að þeir sem eru á lægri laununum og eru í lágstjættunum eða verkalýðsstétt, að þeir upplifa ekki að þetta sjóðfélag sem er verið að halda saman með þessu kosningum sé samfélag sem tilheyrir þeim? Það sé elementu niðurstaða hjá þeim að taka ekki þarna í kosningum. Jú, það eru þetta margar útskýringar sem hafa verið setta fram fyrir að fyrst er þetta líka bara spurning um peninga og tíma. Ég meina, ef þú þarft að vinna 2 vinnur og þá hefur kannski síður frítíman lausa stund til þess að geta tækið þátt í skipulegum stjórnmálum, hvort sem að þeir hugnast þau eða ekki og svo þetta hitt hverjir eru valkostinni. Ég meina, ef að fólk upplifir eins og til dæmis í Bandaríkjunum að hvort sem að við tala demokrata eða repúblikana að þetta séu ekki flokkar fyrir verkalýðsstéttina að þá er þetta einmitt svona why bother og allt það kerfi einhvern veginn virðist einhvern veginn vera sniðið að því að letja fólk frá því að kjósa. Ég meina, það er kosið á þriðjudögum, það er ekki gefið frí, það er þetta nafnskírteinakerfi og þú getur þurft að bíða í fleiri klukkutíma til að kjósa. Þetta er svona allt einhvern veginn sett upp til þess að til þess að letja fólk sem er vinna milli handana, fólk sem er í einhvers konar minnihlutahópum og svo framvegis. Þannig að það er svona margt sem hangir á spýtunni. Og ég aðeins spyrja áður í spyr Oddný, aðeins að spyrja þig, Lara. Því að vera að tala um svona kosningar og nú er það, þú segir þessu 14% landsmanna eru innflytjendur, þar að veru kannski bara 1-2% með kosningarétt og þeir sem eru kannski líklegri til þess að vera í verkalýðsstétt eða lægri stéttum eru óleiklegri til þess að hafa kosningarétt. Þannig að þetta er hópur, mjög veigamikill hópur, stór hlutanum er í þeim störfum sem hefur verið við mikla athygli núna sem umönnunarstörfin og að raða vörum í hillur verslana og þessum áríðandi mikilvægu störfum sem að kórónuveiran hefur beint að. En þetta fólk, það er ekki með kosningarétt og það er bara í sömu stöðu og konur og fátækir karlar voru hérna fyrir 100 árum. Já, einmitt. Ég veit ekki með kosningarétt en ég veit samt að við þurfum kannski að passa ekki hvernig hvernig við getum haldið áfram til dæmis. Við vitum það í 2010, það var tungumálið var að læra íslensku eða kunna íslensku var mikilvægara
eftir hrun en áður. Svo áður maður getur bara kannski komið til Íslands án þess að tala íslensku, án þess að tala ensku og bara finna vinnu. Og það var ekkert mál. Og svo eftir var kannski aðeins var það erfiðara að finna vinnu og þetta eitthvað sem kannski breyta sem við erum kannski að hugsa það líka líka að tala störf eins og til dæmis að þrífa, eitthvað svona það sem maður getur alveg unnið án þess að tala íslensku í rauninni. Og svo við getum kannski aðeins spennandi að bara spá í því svona hvernig við notum íslenskan þar. Hvort það svona, eitthvað til að segja, ok, hver ráðin í starf og bara passa með hvernig við getum styðja þátttaka fólksins inn í samfélaginu eða inn í atvinnulífinu. Án þess að segja, kostningar líka, en það líka mikilvægt. Það kannski eitthvað sem við þurfum að byrja með. Bara passa, kannski skoða hvað gerðist 2009 og 2010. Já, ég spyrir aðeins þetta, sambandi við að kunna íslensku. Nú það þannig að til dæmis í byggingariðnaði hérna á höfuðborgarsvæðinu ég pólskur maður og ég fer í vinnuna og allir sem að vinna með mér eru Pólverjar og verkstjórinn pólskur og ég fer heim þar sem ég hitti pólsku konuna mína og tala pólsku við börnin og það eiginlega, ég gæti lifað alveg svo grísk amma inn í Brooklyn sem að lærði aldrei ensku ég gæti raunverulega að lifa ágætis líf í Reykjavík án þess að tala allir íslensku. Já, þetta er greitt, já. En af hverju þá verið að gera þá kröfu að ég tali íslensku til þess að vera þátttaka í samfélaginu? Já, þetta er það spennandi að þetta gerðist eftir hrun 2009. Það íslenskan var svona mikilvægt, sérstaklega, en íslenskan var ekki enn mikilvægt áður. Til að taka þáttöku núna að tala þáttöku inn í atvinnulífinu, svo að finna vinnu. En ég held samt að íslenskan mikilvægt til að taka þátt, en það eru margir rauninni sem, En til að fá kosningarétt, hvað þarftu þá? Er það mjög langur prósess? Þú þarf að vera ríkisborgari til að fá að kjósa til þings, en þú þarf að hafa búið held ég 5 ár í sveitarfélaginu samfleytt til þess að fá að kjósa til sveitarstjórnar. En ég meina, það komið þannig að þú þarft ekki að tala íslensku til að vera ríkisborgari, það? Jú, þú þarfst að tala íslensku, þú þarfst að fara að sýna það þú búin að fara í svona íslenska próf. Og þetta gerðist líka 2009. Líka, svo þetta byrjaði, svo ég þarf að læra íslensku að fara í svona próf. Og það líka eitthvað, það mjög spennandi grein eftir Pamela Innes heitir hún, sem var að skrifa tungumálaskóla eftir hrun, eftir kreppan. Og hún sagði það, það var, auðvitað var ekki mikið peningar til fyrir tungumálaskóla. Svo það í rauninni, íslenskan að vera meira mikilvægt, og á sama tíma kannski ekki nú tækifæri fyrir fólk að fara í tungumálaskóla, því það ekki, svo þetta eitthvað sem ég veit ekki hvernig staðurinn en núna, en það eitthvað sem við getum kannski, bara byrja að hugsa þetta gerðist kannski. Árni, hvað heldur þú að Íslendingar setja allt með meiri kröfur á það 2009 eftir hrunið þegar við allir fóru í lopapeysu og fóru að borða slátur að innflytjendur myndu tala íslensku? Var þetta svona einhver stemming, þjóðernishyggju sem var þess valdandi eða? Ég veit það ekki, var ekki einhvern veginn með rámar í að það verið dálítið mikil umræð þetta og deila þetta íslensku, en þegar að Lara talar svona þetta þá finnst mann það fáránlegt að setja það sem skilyrði fyrir ríkisborgararétti og eins og þú ert að segja að þetta eru þá raunverulega þá fullt af fólki sem dvelur hérna á landinu án án kosningaréttar. Já, og líka þú hugsar að þú segir maður kannski 12% af landsmönnum en ef þú tækir það svo í verkalýðsstéttina þá ertu kannski að tala 40% af verkalýðsstéttinni hefur ekki kosningarétt og ef þú myndir segja þetta við einhvern mann svona 1930, 1940
Ég held að fólk hefur bara fengið taugafall. Já, mér finnst þetta bara mjög merkileg sko, tölfræði, ég hafði bara ekki áttað mig á því og ég, einhvern veginn, mann grunar að, ég veit ekki hvort þetta markvisst, eða einhver þjóðernisinn, ég veit ekki, ég hugsa sér nú bara alltaf, þetta finnst manni jákvætt að því við erum að tala upplýsingarnar og það verið að tala það einmitt það að lýðræðið, sem sagt það miklu betra fyrir lýðræðið að menn skilji, þið getið tekið þátt í umræðinni og þá á því máli sem er talað. Að því leytinu þetta svona lýðræðisvæðing líka, að beina fólki og hvetja fólk til þess að læra íslensku og en auðvitað, mann finnst það mjög furðulegt að það sé gert að skilyrði hins vegar. Það eru ýmsar aðferðir sem eru notaðar, til dæmis Pólverjar á Íslandi eru fleiri heldur en Samar í Noregi. Og ef við tökum svona hópa sem hafa fengið viðurkenningu á því að hafa aðgengi að samfélaginu og sínu tungumáli, þá eru Pólverjar á Íslandi fleiri heldur en ýmsir svona samfélagshópar sem að viðkomandi þjóðir hafa bara viðurkennt að þegar þau eru orðin svona mörg að þá standað undir eigin menningu og þar er raunverulega ekki hægt að gera kröfu á hópin að hann læri okkar tungumál og lifi það sé inngangan inn í samfélagið. Heldur, eins og ég var að reyna að taka dæmi af manninu sem fyrir vinnuna og heitir bara pólska vinnufélaga og vexturinn er pólskur og fjölskyldan er pólsk og vinir barnan eru pólsk og af hverju ætti ég að tala íslensku? En ef þú ætlar að taka þátt í, þú náttúrulega verður að skilja kosningaseðilinn kannski og ef þú ætlar að Það myndir nú fáir kjósa ef það væri skilyrði að þú myndir skilja þetta raunverulega. Nei, en það svona þessi upplýsingar, því við náttúrulega erum núna búin að, eins og hún var að tala að Tatjana var að tala og Sabina, það er mjög bagalegt þegar að fólk sem skilur ekki íslensku fær ekki nauðsynlegar upplýsingar heilbrigðiskerfið og þetta. Og þar með sjáum við það er mjög mikilvægt að koma upplýsingunum og þess vegna verða þýðingar miklu mikilvægara starf heldur kannski beinlínis íslenskunám. Þannig að ég vona að það verði kannski hægt að breyta þessu, þetta nú virkar svona eins og bara eitthvað pólitískt atriði sem var hægt að breyta frekar auðveldlega, að gera þetta ekki að skilyrði fyrir ríkisborgararétti og kosningarétti heldur frekar eitthvað sem sem sagt stuðlað að, sem eitthvað jákvætt og búið til svona einhvers konar hvatakerfi og en hitt er lögð áhersla á sem sagt það er okkar eins og við höfum verið að tala í umhverfismálunum akkur er alltaf að vera sekta fólk fyrir að hendi ekki að flokka ekki nógu vel og svo er stórfyrirtækin og ríkisvaldið er ekki sektað, enginn hefur aldrei sektað það fyrir að fara ógeðslega illa með ruslið og eyðileggja umhverfið og þetta er svolítið þetta frávarp frá einstaklingunum yfir á kerfið að við frá kerfinu menni yfir á einstaklingin að Pólverjinn eigi að vera duglegur að læra íslensku en raunverulega er ábyrgðin hjá okkur. Við verðum að vera með nóg af túlkum og vera með gott þýðingateymi og svoleiðis. Ég held að. Það er sækja í mannréttindabaráttu fatlaðra með þessu að maðurinn sem er á hjólastól fyrir framan tröppurnar, hindrun ekki hans sök, heldur það samfélagi sem hindrar að hann komist inn í leikhúsið. Já, og núna var til dæmis maður fann að það er meira táknmáls, það var óbúslega gaman þegar maður var að fylgjast með þessum daglegu upplýsingafundum í útvarpinu, að sjá þessa flottu táknmáls, það var alltaf passað upp á það og tákn. Þeir sem voru fréttamenn þar voru kynntir og voru merktir með nafni, þannig að það var eitthvað svona smá viðleitni fannst manni. Og ef það væri þá líka, það væri túlkað, það væri mjög markvisst túlkun, mér finnst það í rétta átt. Finnur, þetta umræðefni sem er núna, það var eiginlega til raðað úr því sem þið voru að segja. Guðmundur talaði hvernig væri verið að raunverulega halda lágstéttunum og minnihlutahópum í Bandaríkjunum frá því að kjósa og Lara var að tala stærð innflytjenda hér og þú var svolítið að tala að það væri svona kerfisbundi verið að grafa undan lýðræðinu. Þetta með að svona stór hluti lágstéttanna og verkalýðsstéttanna hafi ekki svona fulla þátttöku í samfélaginu. Það er ekki svolítið erfitt að búa til gott samfélag þar sem þetta er raunverulega staðan? Jú, ég held það náttúrulega og það náttúrulega skekkir alla myndina og
gerir að verkum að við sjáum svona að hagsmunir allra annara eru miklu sterkari til dæmis á þingi og hérna almennt sé held ég í stjórnkerfinu og það þetta mjög mikið áhyggjumál og hérna kannski sérstaklega einmitt með innflytjendur sem hafa ekki einu sinni kosningarétt og þar af leiðandi eru þeirra fulltrúar vart sjáanlegir sko á þingi til dæmis. Það mjög mikið held ég vandamál og eitthvað sem þarf held ég að vinna einhvern veginn gegn alveg sérstaklega en það gengur ekki að sé einmitt eins og 14% íbúar sem eru innflytjendur og kannski af þeim bara nokkur prósent sem eru með kosningarétt og þar af leiðandi bara nokkur prósent sem að geta haft áhrif á það hverju sitja á þingi og hvað ákvarðanir eru teknar þótt að það hafi áhrif á þeirra líf. Svo er náttúrulega annað þess að þið voru að tala hérna í þessum þætti í gær að það er svona líka muninn á kynslóðum hvað varðar stjórnmálaþátttöku og svona traust á stjórnkerfinu í heild sinni og ég greini það líka sem svona ákveðin sigur fyrir eins og þú orðar að nýfrjálshyggjuna eða þessa þróun að reyna að grafa undan lýðræðinu á kostnað svona einkafyrirtækja og peningaaflana að reyna hægt rólega að sannfæra sko heilu kynslóðirnar það að þau geti ekki haft áhrif á sitt nærsamfélag og þjóðfélagið. Þannig að það eina sem þeir sem standa eftir sem hafa valdi eru þá annars vegar eldri kynslóðir og svo þessi peningaöfl sko. Og hérna þannig að ég mjög miklar áhyggjur af þeirri þróun og ég upplifði það þannig að það sé svona verið að reyna svona deila og drottna meðal annars með því að gera alls konar mál sem að eru svona í mínum huga svona einhvers konar smámál að svona aðalmálið í ýmsu svona stjórnmálabaráttu. Svona hlutir sem að hefðu aldrei skipt fólki niður eftir flokkum hérna áður fyrr sem eru svona einhvers konar svona social svona frjálslyndi gegn íhaldsstefnu í svona félagslegu málum alls konar sem hefði aldrei skipt fólki niður í flokka hér áður og að ég held að kannski svona ekki stærstu hagsmunir fólks sem að búa í þeim efnum að það farið að svona skipta fólki niður til dæmis í stjórnmálaflokka þannig að fólk heldur áfram að deila svona sín á milli alls konar lítil mál á meðan að sem ég upplifði stórlínurnar á milli svona vinstri hægri félagshyggju og einhvers konar frjálshyggju að það einhvern veginn svona verða það verður svona minna gert úr þeim og það svona enn einn sigurinn fyrir frjálshyggjuna held ég að hafa tekist að gera þessi hinmál að aðalmálunum og það sem ég myndi segja að væri aðalmáli að aukaatriði. Nú áttu þá við eins og svona undanfarin ár hefur verið kallað ég kalla hana hérna svokölluðu frjálslyndu miðju sem að veldur því að Samfylkingin og Viðreisn finnst sig vera sko síðastýpurar þar sem að annar flokkurinn á rætur sínar í jafnaðarstefnu 20. aldarinn en hinn næstu hreinn nýfrjálshyggjuflokkur og bara últra hægri flokkur að þetta fólk finnur sig vera meiri samherja heldur þetta með Samfylkingin og hluti af VG eða við sósíalistafnir. Já, þetta er algjörlega það sem ég er að tala um og maður tekur svona máli svo hvernig gerðist það til dæmis að staðsetning flugvallar var svona aðalmáli til dæmis hérna í einhverjum kosningum hérna í Reykjavík árið og alls konar svona mál sem að koma upp sem geta orðið einhvern veginn að aðalmálinu á meðan að maður upplifir svona stóru málin eins og húsnæðiskreppur og annað slíkt að þau verða einhvern veginn að einhverju aukaatriði og það er erfitt að sjá það sem annað heldur svona sigur fyrir þá sem vilja einhvern veginn gera lítið úr þeirri baráttu svona fólk sem hefur sameiginlega hagsmuni bara til dæmis vinnandi stéttir sem hafa sameiginlega hagsmuni. Þetta er svona sigur gegn þeim, sigur frjálshyggjunnar eiginlega gegn þeim að gera öll þessi hinmálin einhvern veginn að kosningamálum aftur og aftur. Oddný, má ég fara með þessa spurningu til þín sem er að þú ert rithöfundur. Þú ert sögukona. Já. Mér langaði svolítið kommentir á það sem hann var að segja núna sko. Þú mátt gera það bara, ég skjóta spurningunni, þú ræður hvað að gera það. Það er eiginlega, hann er svolítið að lýsa því að við séum að lifa inn í svona svolítið annarlegri sögu sem ekki þjónar hagsmunum okkar. Við erum alltaf að láta narra okkur í því að lifa inn í einhverju allt annari sögu heldur en kannski nær utan hagsmunum okkar og baráttu. Já. Mér finnst, ég held að hann sé að lýsa því og þegar þú sagðir áðan að sósíalisminn hefði tapað 1970, 80 eitthvað svoleiðis. Tapað framtíðinni sko. Já, tapað framtíðinni. Ég held að hann hafi tapað í miklu fyrr sko.
eða getum við ekki verið eiginlega sammála það, hann tapaði hérna 1917 eða 1800 og eitthvað. Eða bara í frönsku byltingunni tapaði hann því, má segja. Ég eiginlega býð ekki upp á umræðu. Nei, ég fór sko fyrst til Frakklands og í doktorsnámi í pólitískri heimspeki til að gagnrýna sko bræðralagshugsjón frönsku byltingarnar, því að þar með hefði sem sagt sósíalisminn dáið. Og þessi sögu og ég var dálítið í því í Frakklandi akkúrat kannski að skoða svona hvernig, einmitt eins og finnur að tala við erum komin með einhverja valkosti í gegnum tíðina sem við erum að upplifa það núna að þeir eru einhvern veginn falskir. Þetta eru falskar andstæður oft á tíðum og það búið að grafa svo mikið af öðrum valkostum og hugmyndum, þannig að það svo mikið í húfi núna, akkurat þegar það verður krísa líka bara á öllum sviðum einhvern veginn, að grafa fleiri möguleika og endur til dæmis algjörlega bara endur skilgreina sósíalismann, taka upp þráðinn frá frönsku byltingunni. Mér finnst við núna vera bara algjörlega í framhaldi af frönsku byltingunni í þessu spjalli. Og svo skrifaði ég nú líka það að það var nú svo sem annað, en hvernig svona lýðræðisríki, hvernig var furðulegt hvernig stofnanir svona helstu stofnanir lýðræðisríkja þurftu eiginlega ekki að breytast neitt til þess að hýsa alræðið. Til dæmis í kommunistaríkjunum og svona hörðum fasisma frjálshyggjunnar í Bandaríkjunum. Að þá eiginlega voru það bara sömu stofnanirnar og til dæmis eins og skjalasafnið, ríkisstofnanir, það verður bara sem sagt að mjög, sem að bara eitthvað, við tökum ekkert eftir því, við pælum ekkert í þessum hinum möguleikum eða svona sögunni og sagan okkur finnst hún ekki tilheyra hér og nú í stjórnmálana. En síðan allt í einu svona upplýsingasöfn verða mjög mikilvægt tæki í alræðinu og þá það bara spurningin hvort að við höfum einhvern aðgang að þessum tækjum og aðgang að upplýsingunum og að búa þær til, að nálgast þeim að miðla þeim og það bara, þótt að við séum kannski ekki í fasisma akkurat núna, þá verðum við mjög mikið að gæta þess að við og þá allir í landinu hafi aðgang að því að búa til upplýsingarnar, að vita hvernig þessi valkostir og vekja einhvern veginn áhuga á því, hvernig urðu þessi valkostir til, af hverju finnst mér öll stjórnmál leiðinleg, það því ég vil ekki taka þátt og vil ekki hafa áhrif, það ekki út af því, það út af því að þessir valkostir sem ég hef, þeir svara ekki því sem ég tel að ætti að vera valkostur og ég þess fullviss þegar ég lít til sögunar og gerir mér hugalund framtíðina að það séu fleiri valkostir. Ok, má ég pröfa að fleyta, ég ætla að reyna að fleyta þessu áfram og spyrja Guðmund, að stofnanir samfélagsins geta bara breytast ekki, en breytast svolítið eðli og því að þið nú háskólafólk, þið þrjúin, að á tímum nýfrjálshyggjunnar að þá breyti kannski þá kannski háskólasamfélagið ekki það sama og áður var að mjög í mörgum greinum og benda á það að verið mest hýjað á hagfræðingana að í mörgum greinum að þá raunverulega fór bara háskólasamfélagið að bara þjóna ríkjandi hugmyndafræði sem var nýfrjálshyggjan sem að sömuleyti hélt fram þessum áróðri sem að þið hafa verið að benda á og raunverulega í andstöðu við hugmyndi fólks háskólasamfélagið fyrir þann tíma að draga úr þáttöku og fólks og draga úr mikilvægi að við séum öll svona þessi ópólitík, óstjórnmálavæðing, ekki bara stjórnmálana, heldur líka fræðasamfélagsins og þekkingarleitarinnar og alls. Já, ég vil bara gera orð Stuart Hall að mínum sem að sagði að háskóli gagnrýninn eða hann ekki neitt og þá má alveg segja að einmitt á þessum gróðaristíma frá miðjum
10. áratugnum og fram að hruni að þá skorti tilfinnanlega einmitt frá aðhald frá háskólasamfélaginu á einmitt þarna á stjórnmálin og sérstaklega á uppgang nýfrjálshyggjunnar. Ég meina það voru þetta hrópendur þarna í eyðimörkinni en ég held að og kemur það ekki reynilega fram í rannsóknarskýrslu Alþingis að það hafi skort einmitt á gagnrýnisraddir úr röðum háskólamanna. Og ég ekkert endilega á því að háskólafólk hafi náð vopnum sínum. Ég myndi segja að skorti enn á þessa gagnrýni. Er það ekki ennþá þannig að það þykir svona frekar ófínt fyrir háskólafólk að vera að rífa kjaft út á götu pólitík? Já, ófínt og ófaglegt. Aðgreind borgaraleg þátttaka þín og síðan það sem þú gerir í þínu fagi. Já, við getum sagt að það er ekki talið háskólafólki sérstaklega til tekna að vera að munnhöggvast við einhverja úr fórkólfa úr atvinnulífinu eða eitthvað hérna bara fjarlægðirnar oft svo stuttar og það hafa ýmsir í háskólasamfélaginu reynt það að þegar Harpa Njáls minntist á fátækt gaf út bók 2004-2005 að hún var bara hrópuð niður af mönnum háttsettum mönnum í pólitík. Stefán Ólafsson nú vinsælt skotmark hægrimanna og svo fram og ég meina hinir og þessir hafa fengið sinn skamt En er það ekki út af því að það hefur oft ekki verið nógu í svona litlu landi eins og Ísland, það hefur ekki verið nógu mikil aðgreining frá þessu faglega og pólitíska út af spillingu sem hér hefur viðgengist. Þannig að menn eru með ákveðna fordóma fyrir því í staðinn fyrir að sjá þessi krafa sem Immanuel Kant setti fram og Foucault skrifaði að þú ert faglegur, þú ert háskólaprófessor kannski á daginn en síðan ertu borgari, svo kemur úr vinnun og þú verður borgari. Og þá er þín borgaralega skylda að skrifa grein og rífast og ræða. Og þessi aðgreining, mér hefur ekki fundist hún vera neitt mjög virk á Íslandi. Ég held að vegna þess að því að það var að menn misnotuðu, fóru að láta ég held fylgið þér að þegar menn eru farin að láta einhverja hugmyndafræði skilur lita rannsóknirnar sína en ég vil meina að við þurfum að fá fleiri svona scholar activists á Íslandi skilur að það rannsóknir þurfi ekki að vera gerisneitar Ég meina sá sem að rannsakar ójöfnuð rannsakar hann ekki kannski eins og jarðfræðingur Stein einhver fer í að rannsaka ójöfnuð út hann vill breyta heiminum á einhverju leveli þannig að viðkomandi og það kannski ástæðan fyrir því að viðkomandi brennur fyrir eitthvað og eins og Bourdieu fyrst við erum að fara að tala franska fræðimenn talaði að aðalatrið er að átta sig á því og átta sig á því þannig að það liti ekki niðurstöðurnar en aftur móti að gera grein fyrir því og maður þarf ekki að vera gallaður marxisti sem að myndi segja að heimspekingar hafa aðeins lýst heiminum tilgangurinn er að breyta honum en á einhverju leveli þeir sem er að rannsaka einhver félagsleg vandamál hvað sem það er ójöfnuður eða vantraust eða umhverfisvandamál eða eitthvað gera það vegna þess að þeir vilja hafa áhrif. Þetta er líka persónulegt, ég las viðtal við mannfræðing fyrir einhverjum árum og sem að snerti mig að því ég er blaðamaður og við erum alveg upp við það sama hátt og fræði fólk að við erum að fara og skoða hlutina hlutlaust og svo förum við og segjum söguna. En þegar þetta skoða eitthvað sem er virkilega sátt og blóðugt óréttlátt í samfélaginu að þá er það eiginlega ómenns krafa að ætlast til þess að við förum. Auðvitað eigum við að standa með fólkinu áfram og berjast í réttlætisbaráttu þess en ekki skilja það eftir. Að þetta hlutleysi
sem að mér fannst hún orða vel, þessi mannfræðingur. Að þetta er ekki boðlegt lengur að skoða eitthvað. Þú ert sammála þessu, Lara. Að við getum ekki yfirgefið fólk sem býr við vondar aðstæður og við erum að segja frá og ætla svo bara að fara aftur inn í háskólann og gleyma því. Og ég spyrja þessu, Lara. Jú, ég meini það satt. Ég held að það til dæmis líka mikilvægt þegar við erum að rannsaka eitthvað bara að skrifa eða útskýra hver við erum, en af hverju við erum að rannsaka þetta, hvað við vitum það og hvað við vitum ekki. Sko, til dæmis ef ég er frá Þýskalandi, en ég er að rannsaka innflytjandi sem innflytjandi, en ég get samt ekki talið fyrir alla því mínu reynslu að vera á Íslandi ekki það sama. Så það finnst mjög mikilvægt að líka hugsa það. Så jag säger jag vet det av því, en jag vet det ekki av því, en ég held það samt að það svona góð umræðu það líka í háskóla, en kannski eitthvað sem við getum bara, mikilvægt að halda áfram. Og líka svona, það við getum ekki ef við erum að rannsaka eitthvað hóp, það við bara að reynum að hugsa hvað það vilja í rauninni að segja, bara nota þeirra orð, eitthvað svona. Það bara eitthvað sem kannski bara mikilvægt að hafa í hugun, bara ekki að reyna að vera hlutlaus, bara að útskýra, bara vera mjög skýrt hvað staðurinn, hvað ég gera, hvað ég ekki að gera. bara. Já, og fyrir ekki ef ég stekk aftur inn í að auðvitað á þetta að vera fyrst og fremst eitt af hlutverkum fólks í háskólum að stuðla að upplýstri umræðu mikilvæg málefni og þið voru að tala, svo ég tengi þetta nú við umfjöllun innflytjendur. Ég meina, ein ástæða fyrir því sem mín túlkun fyrir því að það hefur svona dróð dálítið tennurnar úr verkalýðshreyfingunni síðustu 30 árin hefur þetta alltaf að gera með bara breyting og samsetningu svona almenns verkafólks. Ég meina, í stað þess að þetta væru Íslendingar innfæddir innan gæsalappa, að þá komu inn fólk af erlendu bergi brotin sem að hafði ekki sama hljómgrunn og sem sagt gat ekki beitt sér og vildi að einhverju leyti ekki beita sér. Ég man alltaf eftir að hafa lesið held ég rannsókn frá 2000 sem eftir unnið í Skaftadóttur og við tölum við millistjórnendur í fiskvinnslufyrirtækjum þar sem þeir töluðum frekar að þeir myndu vilja hafa fólk frá Austur-Evrópu í vinnu vegna það mætti alltaf í vinnuna alveg saman þótt að vera veikt og það var aldrei kvart undan neinu og það bara verið svona auðveldara að stjórna því. Og þeir eru komið færra fólk sem hefur rödd í samfélaginu að eðlilega dregur það tennurnar úr verkalýðshreyfingunni og þess vegna svo frábært að sjá þessar upprisu eflingar síðustu 2 ár þar sem verið að tefla fólki með alls konar bakgrunn fram í lykilstöður og þá bara sjá kraftinn sem að býr í þessum hópi, þessum óbóðslega fjölmenna hópi og heila bara gefur manni vonum að verkalýðshreyfingin muni ná vopnum sínum svona á næsta ári með því að virkja allan hópin, ekki bara virkja Íslendingana sem að þekkja fólk í öllum bæjarplásum, heldur bara að virkja alla alveg burt sér frá því hvort ég er búin að vera í 2 vikur eða 20 ár. Finnur, mér langar að þegar þú hefur rannsakað svona líka traust almennings á sérfræðingum og öðru slíku. Nú komum skiptaspurningu hvort að minnkandi traust almennings á sérfræðingum geti verið tengt þessu sem við erum að ræða sem eiginlega minni þáttaka þeirra í samfélagsumræðunni og kannski svona aðgreining þeirra gagnvart því samfélagi sem að megið þurfa almenningur upplifið sig til þeirra. Já, það getur alveg verið. Svolítið er einhvern veginn að meta það. Ég hef ekkert rannsakað það svoleiðis einhvern veginn orsakasambandi þar á milli. En varðandi þáttöku svona háskólafólks í umræðinni, finnst þér það og eiga háskólaborgarar að vera rífa ekki meira í kjaft svona þannig nú götumáli
Já, ég held það í meginatriðum, en ég sammála því sem að Guðmundur og Lara voru bæði að segja að ég tólkaði þannig, ég meina það í raun og veru ekki til sem að heitir svona alveg hlutlaus rannsakandi eða háskólamaður. Ég meina við erum bara hlutdrægum með mismunandi hætti og erum með okkar hagsmuni og skoðanir sem að hafa áhrif og móta það sem að við fyrsta lagi ákveðum að taka okkur fyrir hendur og líka hvernig við síðan rannsökum það sem við rannsökum og ég held að það svona eitt af því sem að nánast allir vísinda heimspekingar sem eru að skoða þessa hluti, svona áhrif gilda á vísindarannsóknir, eru bara nánast sammála ég held að megi bara segja það. Hins vegar þýðir það ekki þar með að einhvern veginn allt sem gert eða allar niðurstöður vísinda séu bara einhvern veginn afstæðar eða byggi bara á einhverjum skoðunum einstaklinga eða eitthvað svoleiðis. Það sem gera verkum að vísinda niðurstöður eru oftar en ekki hlutlæg sannindi og eitthvað sem hægt að reiða sig á, það í hvert skipti sem að ég set fram einhverja niðurstöðu, eitthvað sem ég tel vera niðurstöðu, að þá það rýnt og gagnrýnt mögulega af öðrum vísindamönnum sem eru þá jafnvel með aðra hagsmuni og aðra skoðanir og kerfið sett upp þannig að bara í eðli sínu að þá eru hagsmunir okkar ólíkir. Það að segja, þegar ég sendi inn vísindi að reyna að fá eitthvað birt, þá eru mínir hagsmunir að það sé birt og þeir sem eru hins vegar á tímaritinu, að þeirra hagsmunir alls ekkert það að mína greinur séu birta frekar en einhverja annara. Þannig að þetta kerfi og síðan bara ef að háskólasamfélagið að virka eins og á að virka, þá á að sjá til þess að það sem á endanum eru niðurstöður okkar, að það hægt eitthvað sem hægt að reiða sig á, einhver hlutlæg sannindi í meginatriðum. En við megum ekki einhvern veginn halda að þar með þurfum einhvern veginn einstaklingar að fara fram með einhverjum svona hlutleysi undir einhverjum fávísisfeldi án þess að hugsa hverja hagsmuni þeirra eða eitthvað svoleiðis. Þetta eigum við bara öll að gera það sem að við teljum vera best og mikilvægast fyrir samfélagi hvert og eitt okkar og ef það reynist svo vera rangt þá verður það gagnrýnt. En varðandi svona óhreinleika stjórnmálana sem við höfum verið að tala og þegar við verðum að tala heldurðu að það hafi kannski meiri áhrif á fólk í háskólasamfélaginu sem kannski svona viðkvæmara fyrir status og afstöðu annarra til sín og raunverulega með kannski svona sjálfan sig sem söluvaru alltaf utan á sér, heldurðu að það sé kannski verði frekar til þess að draga úr stjórnmálaþátttöku og háskólafólks heldur en kannski götustrákana? Jó, ég held að það sé alveg hárrétt. Ég meina þetta fólk í háskólanum það auðvitað oft líka bara mjög upptekið af sjálfur sér og sinni eigin ímynd og upplifir sig sem vill fá mikla virðingu út af það sem það hefur gert og þegar það er síðan gagnrýnt fyrir það að taka einhverja stjórnmálastöðu og sérstaklega þá einmitt eins og þú segir þegar þessi ímynd af stjórnmálum sem eitthvað óhreint til staðar að þá það einhvern veginn ekki vinsælt. Maður kannski orða það þannig að ég held að háskólafólk upplifir sig þannig að það hafi einhvern veginn meira að tapa á því að fara út í einhvern leðjuslag og við náttúrulega, það eitt og síðan það annað að ég meina oft erum við sem erum í háskólanum kölluð til þess að svona tjá okkur af einhverjum sem svona sérfræðingar af einhverjum svona að því virðist einhverju hlutleysi einhver mál og þegar það síðan búið að bendla okkur við einhverja stjórnmálaflokka eða einhverja stjórnmálahreyfingar að þá kannski ólíklegra að maður sé kallaði til og kannski að sé tekið markamanni í þeim í því hlutverki og það held ég sé ákveðið vandamál sem letur þá fólk frá því að vera frá því að taka þátt í stjórnmálum og stjórnmála umræðu af því að það vill einhvern veginn geta verið áfram í þessu hlutverki hins hlutlausa sérfræðings. Ekki sniðugt að mæta í ból með mynda Che Guevara? Nei, ég meina það þá kannski bara í einhverju svona, þú getur gert það í fæið sem maður kannski hefur ekkert með stjórnmála að gera. Ég held að það sé til dæmis algengra fólk myndi gera það bara í kjarneðlisfræðinni eða stærðfræðideildinni eða eitthvað líka þar sem það þykir allt í lagi. Ég man til dæmis að það einn kennari sem ég var með sem kendi mér svona hreina rökfræði sem bara svona eins og mest abstrakt stærðfræði sem til hann var alltaf að taka dæmi af því að allar setningar sem hann ræddi voru svona eitthvað byltingin sé á næsta leiti og svona þess en hann getur gert það en svo getur kennarinn í stjórnmálaheimspeki til dæmis getur ekki gert þetta því þá ekki lengur hægt að taka marka á viðkomandi í þessu hlutverki. En ekki einhver lausn á þessu, þetta er eitthvað svona að þú ert að lýsa þetta, þetta er miklu vanda að þú ert einmitt að þú gerir minna á sjálfu þér sem sérfræðingi og sem hlutlausum ef þú ert komin í flokk. Þú þarft ekki að vera í flokki kannski en getur verið virkur en er það ekki bara meira að þú þarft að segja það þarf að vera upp á borðum. Erum við ekki bara svona hrædd að því að það
þú veist, það búið að terrorisera fólk ef það tekur þátt og þá verður að missi það fagleika sinn. Þetta bara einhver ótti. Jú, ég alveg sammála. Vegna þess að líka það svo oft sem að þess ekki getið og það oft í leynd. Þannig að ef það eru ákveðna leikreglur, þú getur verið í einhverjum flokki og það er upp á borðum þegar þú ert kallaður til og það þá tekið tillit til þess. Þá ætti þessi vandi að vera, þá ættur að geta verið sko háskólaprófessor og líka virkur og virkur borgari, ekki? Auðvitað myndi maður vonast til þess að það væri staðan og ég held að einhvern veginn væri best ef við getum hægt og rólega fært okkur í það áttina að við getum svona reynt að aðskilja þessa hluti. En ég er svona pínu svartsýnn á það því það til ýmislegt sem bendir til þess að svona polarisering að aukast ekki bara í þeim skilningi að við erum einhvern veginn ofta að færa okkur fjær og fjær sko viðhorfum þeirra sem eru ósammála okkur. Heldur erum við líka einhvern veginn meira og meira að mynda okkur sömu skoðanir og þeir sem eru sammála okkur aðra hluti. Þetta náttúrulega, háskólinn svo karllæg stofnun og þetta eiginlega kemur, femínísk gagnrýni hefur gengið mjög mikið út á þetta að hlutleysi og vísinda og fagmennska þarf ekki að byggjast á einhverju neutraliteti eða einhverju svona, heldur getur einmitt byggst á muninum þannig að, og það á við á náttúrulega í stjórnmálum en líka í háskólanum og þetta finnst mér ekki rétt hjá mér að þetta eru mjög sterkar femínískar raddir háskólastofnunum ekki síður. Ég veit það ekki. Jú, þetta alveg rétt. Ég meina það sem ég var að vísa til áðan svona hlutleysi vísinda og rannsóknir í vísindaheimspeki á áhrif gilda á vísindarannsóknir, að það kemur nánast svona að mestu leyti frá femínískum vísindaheimspekingum. Það alveg rétt. Má ég enda á einu að spyrja ykkur öll, því að það svolítið svona undirliggjandi í þessu að það svo þið trúið í að svona lausnin á ákveðnum vanda sem að magnast upp í þessu straumhverfi sem við erum að ganga í gegnum sé bara meiri pólitísk þátttaka. Trúirðu því, Guðmundur, að við þurfum eiginlega meiri pólitík, ekki minni? Já, meiri pólitík, ekki spurning sko. Ekki spurning. Ég bara tengt þessu sem nefndir áðan sko að á hverju fólk og þá kannski háskólafólk hefur sig ekki meira frammi, hefur líka heldur mikið bara að gera það óbúðslega sterkt óformlegt taumhald á Íslandi. Það stundum talað að í löndum það sem minna svona formlegt taumhald skilur, það sem við tekið með sko háa fangelsistíðni og vopnaða löggur og einhvers konar innræðisherra, að þá sé óformlega taumhaldið sko veikara en þessu sé öfugt farið í löndum það sem það sem eins og Íslandi lág fangelsistíðni og lítið þetta, að það mjög sterkt óformlegt taumhald á Íslandi og það fólk voðalega meðvitað þú veist, tískubylgjan sko, hún bara gengur yfir allt og fólk ástundum aldrei erfitt með að vera öðruvísi og maður segja háskólasamfélagi, hefur þetta aldrei verið svona settlegt sko. Menn ekki mikið að pikka fæt sko, við valdhafa. Við þurfum bara meira því. Lara, hvort þurfum við meiri pólitík? Já. Oddný, maður bjóða þér meiri pólitík eða minni? Ég vil meiri pólitík en sko í skilningi þarna að því við erum orðin svo heimspekileg Hönnu Arendt. Góða pólitík, þú veit góða pólitík, hún ekki meira. Já, hún eitti alveg öllu sínu lífi að endur skilgreina pólitík. Hvað pólitík? Það þessi virkni, það samræðan borgarana. Hún vildi borgarasamfélagi sterkar. Hún var að segja, það bara vantar borgarasamfélagi, það bara vantar vettvanginn. Hann hefur aldrei verið til í pólitík, þannig að það eiginlega bara komið tími til þess að búa hann til núna, sko, þennan pólitíska vettvang sem annar en sem bara samhangandi við stjórnmálið sjálf en það vantar alveg heilan vettvang. Meiri pólitík, já, en öðruvísi. Finnur, það sem við höfum að taka út á þessu samfélagi, að við viljum meiri pólitík og við höfum bara að fara út í samfélagið og gera meiri pólitík? Já, ég held það. Ég meina, ég sammála öllum hérna það. Ég meina, en líka kannski ekki bara hvernig sem ég held að hafi verið kannski á undanförnum árum hafi verið of mikið af svona litlum hópum sem snúast eitthvað eitt mál og fólk einangra sig í þeim og þar sem það búið að stofna hópin utan eitthvað sem allir eru sammála og svo getur bara verið í þeim hópi og upplifir að það séu örugglega allir sammála hér og við þurfum ekki að spá í öllum þessum hinum atriðum sem við erum ósammála því þetta það sem hópurinn snýst Það bara þrýstihópur eða þannig. Hvað segirðu?
bara þrýstuhópur eða svoleiðis? Já, til dæmis, ég meina, alls konar góð mál hafa komið í gegnum svona hópa og það vantar ekki, en svo maður þarf líka að hafa reynslu held ég af því, eins og til dæmis gerist bara í stjórnmálaflokkum, en getur ekki gerst til dæmis verkalýðshreyfingunni, þar sem maður þarf að koma saman og gera málamiðlanir og ræða við fólk sem öðruvísi en þú sjálfur og hefur aðrar skoðanir og getur komist að niðurstöðu með þeim. Ég held að það sé kannski eitt af því sem hefur vantað og þurfum að endurvekja kannski. Það er náttúrulega með sundrun mannréttindabaráttunnar í svona einstaka hópa sem að nær kannski að verða það sem við kallaði identity-stjórnmálin, þar sem að allir eru raunverulega inn í tjaldið að tala við þá sem eru sammála sér og svo þegar hrunið kemur 2008 þá kannski rennur svolítið upp fyrir fólki að við erum eiginlega búin að tapa getunni til þess að ræða stjórnmál við þá sem ekki fyrirfram sammála okkur í öllu og þá hinn valkosturinn þessi skotgrafa stjórnmál sem við sjáum til dæmis í Bandaríkjunum og víðar og alveg frægin af þeim eru hér á Íslandi, hættan er að sú að þetta bara brotni yfir í einhverja skotgrafir. Þú ert að ræða eitthvað á þeim nótum? Jú, algjörlega. Það er bara, Bandaríkin eru svona náttúrulega mjög sérstakt dæmi um þetta, þar sem að þú ert með einhverja tvo póla sem verða til og svo eru bara þeir einhvern veginn hægt og rólega að verða mjög einsleitir. Það sem við sáum bara til þess í kosninga bara til Bandaríkjunum bara svona nefni dæmi að það sem er svona einstök atriði hjá frambjóðandi demókrata sem eru sko pínu lítið öðruvísi heldur en svona kannski mainstream demokratin að þá sko mjög mikið gert úr því að sko minnsti munur frá einhverju normi og demokrata til dæmis er blásinu upp og sama gerist republikana megin og meðan að það er þessi risamunur á milli hópanna tveggja og ég upplifa þannig að fólk er bara komið minna og minna óþol gagnvart því að gera sko minnstu málamiðlanir og komast að sameiginlegri niðurstöðu ýmis mál og ég held að það gengur ekki til lengdar held ég. Ég veit ekki hvort að þessi hópur sé nógu gott dæmi það að það sem er kannski hvatning þáttarins að gera er að fólk er að ræða pólitík við nágranna sína eða einhverja sem veit ekki fyrirfram að við erum 100% saman að sér. Við erum að æfa okkur í því að ræða saman það hvernig samfélag við viljum fá. Því ef við gerum það ekki þá fáum við náttúrulega bara eitthvað samfélag sem að enginn er að biðja eftir kreppuna. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í þessu með mér að sittast hérna við rauðaborðið. Oddný Eir Ævarsdóttir skáldkona, Lara Hoffmann, doktorsnemi í félagsfræði við Háskólann á Akureyri og Guðmundur Ævar Oddsson sem er félagsfræðingur við sama háskóla og Finnur Delsen, prófessor í heimspeki. Gestum áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að ljá okkur eyra og við sjáumst hérna aftur annað kvöld. Þá verða alltaf þeirra gestir að ræða öllu líkindum sama mál þessa áhugaverða tíma sem við erum að lifa. Takk fyrir kvöld.